Góðan dag. Í þessum þætti ætla ég að fjalla 8 mismunandi PLA efni frá Polymaker og kíkjum aðeins á það. Svo daginn þá sá ég einhver YouTube-vídeó Polymaker PLA efni sem þeir voru að gefa út, eitthvað nýtt efni sem átti að vera miklu betra en eldri efni í sömu seríu og ég langaði að prófa það og þegar ég fór að skoða Polymaker síðuna þá komst ég að því að það eru allavega til 8 tegundir af PLA efni frá Polymaker í mismunandi seríum og PLA Plus og PLA Pro og PLA allavega einhvern veginn. Þannig að ég fannst núna hálf skrítið hvað var margar útgáfur af PLA en ég ákvað að kaupa bara alla tegundirnar og bera saman og ég prentaði út sýnishorn til að gera mælingarnar á öllum prentefnunum og ætla að fara yfir það eftir. En svo prentaði ég út bara úr einu af efnunum sem var ódýrasta efnið sem var Polyterra og það er PLA Plus efni og ég vil bara sýna ykkur það var svona með ódýrari efnunum en kíkjum aðeins á prentin og skoðum svo mælingarnar. Hérna er ég með nokkur prent og þessi kísi kom bara ágætlega út og smá bugg hérna, sjá svona búb hérna neðst niðri hérna en annars bara kom þetta ágætlega út og Maker Coin kom líka bara vel út, ekkert sérstakt að sjá á því og bensín hérna kom líka bara sæmilega vel út, það er smá stringing í honum og annars bara lítur ágætlega út og sér laserlott, það er svona, þetta er hvort þið sjáu það en hérna á brúninni hérna, það er svona smá svona línur hérna á kantinum hérna, á skildinum, sjáu þetta kannski hérna, ég hef ekki tekið þessa áður, ég veit ekki alveg hvað er að gerast þarna, en þetta kom alltaf svona út og svo hérna þess einhver, þá er alveg töluvert af stringing og þetta módel sýnir það þegar það er stringing filament, sjáu hérna hvernig þetta kom hérna innan og þannig að það er töluvert stringing í þessu, sést hérna inn á milli og svo hérna overhang testið, það kom bara ágætlega út, það er smá hérna í horninu hérna efst í 70 gráðum en annars ekkert hægt að kvarta við þessu segulsör og svo prentaði ég þennan Balrog hérna úr Lord of the Rings og hann prentast hérna í tveimur hlutum, leggst hérna á hana og hann kom bara mjög vel út, ég var með tree support og var að prenta hérna upp í kjaftinum á honum support og undir hornunum og það kom bara mjög vel út, sjáu hérna undir hornunum hérna voru supportin, þannig að það er svona smá leifar að þeim en annars kom þetta bara mjög vel út. Þannig að þetta er svona eitt af efnunum en það sem er athyglisverðast það eru bara mælingarnar og sjá hvort það er eitthvað munur á milli þessar prentefna, þannig að kíkjum aðeins á mælingarnar. Þannig að ég gerði hérna bara sér súlrit fyrir þetta prentefni, þetta er allt saman Polymaker efni og frá vinstri þá er þetta hérna Polymaker HT PLA og næst er Polysonic Black PLA, Polysonic PLA Pro, Polyterra PLA, Polyterra PLA Plus, það var þetta sem ég var að sýna ykkur hérna prentin úr. Svo er hérna Polymaker Polylight Black og þetta er kannski svona algengast efni hjá þeim og svo er hérna þetta nýja efni sem er Polylight PLA Pro og þeir voru að dásama það í auglýsingunni sinni á YouTube og svo er hérna Polymax PLA og hérna er þetta sjá hérna hvernig þetta mældist á nokkra hátt og byrjum hérna bara á upprétt prentefninu þá er hérna töluvert mikil munur að það er áberandi lélegt þessi Polyterra, það er ekki mikil viðloðun í því og ekki heldur í HT PLA, mjög lítil viðloðun í það sem hann prenta upprétt og það sem hann prenta flatt þá er þetta jafnara en aftur Polyterra er ekki með mikið styrk eins og önnur efni og þetta nýja efni hérna Polylight PLA Pro það er áberandi best í þessari mælingu líka þannig að það kemur vel út. Svo er hérna höggþolið, þá er þetta upprétt prentað og þar er Polymax lengst til hægri, kemur mjög vel út og Polysonic Blue PLA Pro, það kemur mjög vel út og mjög sterkt hérna í þessu og aftur Polyterra lagst í lægri kantinum hérna og þetta nýja PLA Pro Polylight, það kemur ágætlega út svona yfir meðaltalið myndi segja
en Polymax betra og Polysonic PLA Pro betra. Svo það sem að prenta flatt, þá yfirlýsing frá Polymaker það að Polylite PLA Pro væri 5 sinnum sterkara en Polylite PLA gamla og ég held að það mælist alveg ágætlega gildið á 13 á gamla PLA-inu og svo gildið 71 á PLA Pro efninu. Þannig að þeir hafa svo sem ekki verið að bulla í auglýsingunni að það væri meira höggþol. Þeir voru með ykkur æfingar að berja það niður með hamri og sýndu fram á hvað það var miklu erfiðara að brjóta það en gamla efnið. En það kemur ágætlega út og Polymax áberandi best og Polysonic Blue líka mjög gott en hinn svona lægri kantinum hinn efnin. Svo kílóverðin, hvað bera það saman, hvernig það kemur út og þá þetta svona og Polylite PLA Pro töluvert dýrara en PLA gamla en samt ekkert neitt rosalega mikið en svo þetta Polymax PLA, það áberandi miklu dýrara og stendur kannski ekki undir verðinu með mælingarna sem ég gerði en svo aftur stífleikinn hægra megin þá kemur þetta svona út. Polylite kemur mjög vel út báðum Pro og ekki Pro og Polyterra aftur lélegast og Polymax ekki neitt sérstakt. Þannig að þetta samanburðin og svo hvað ég reikna gildin per krónu, þannig að hvernig þetta kom út verðlega séð og eftir sem það lægri tala það betra og eins og með þessa mælingu tók það upprétt þá var þetta efni að mælast mjög illa í þessari mælingu og miðað við verðið þá kemur það illa út og Polylite PLA og Polylite PLA Pro þau koma best út og sama með prenta flatt, sama hugmynd, það sem lægst það best miðað við krónur og sjáum við hvernig Polymax prentefnið ekki að gera gott mót miðað við önnur af því það svo dýrt, miklu dýrar en önnur efni og höggþolið miðað verð aftur þá en kemur Polysonic PLA Pro og Polyterra PLA kemur best út í þessari mælingu og svo það sem flatt þá aftur Polysonic Blue kemur mjög vel út og Polylite PLA Pro kemur líka mjög vel út og kannski styrkurinn í þessu Polymax að höggþolið gott og það kannski myndi geta réttlætt verðið á þessu prentefni ef maður að segja þetta þessum eiginleika þá kemur það vel út og svo stífleikinn þá sama hugmynd eftir sem að lægra það betra og miðað verð og Polyterra PLA lagst og önnur efni svona svipuð en Polymax áberandi dýrara miðað við stífleika gildið sem að það hefði. Þannig að þetta þið getur pásað þetta bara og skoða nákvæmlega en þetta alltaf mælingarnar sem ég gerði á öllum þessum efnum og ég ákvað að bera þau bara saman við hvern annan til að menn geti átt að sjá hvað væri gáfulegst af þessum efnum. Ég fannst svona frekar asnalegt að einhver framleiðandi væri með 8 mismunandi gerðir af sama PLA og ég held að þetta væri allt eins og þetta væri bara marketing en það greinilega mismunandi eiginleikar í þessu prentefni og komum mismunandi vel út og erfitt kannski að segja hvað best af því en maður verður bara að meta eiginleikarna og hvað maður ætlar að nota prentefni í. Þannig að það athyglisvert að skoða þetta svona í samanburði. En þetta vildi ég segja þetta prentefni eða þessi prentefni í heildina. Þannig að ég vona að það gaman að og sé ykkur bara í næsta vídeó. Takk fyrir mig.